Fyrir rúmum 10 árum síðan þá las ég bók sem heitir Falið vald eftir Jóhannes Björn Lúðvíksson og lestur þessara bókar breytti ýmsu fyrir mig varðandi viðhorf mitt til stjórnmála og viðskipta en staðfesti í raun og veru margt af því sem að mig hafði grunnvært. Þú skrifaðir þessa bók fyrir hvað, 30 árum síðan? Já, ég skrifaði hana 78-79. Já, hvers vegna skrifaðir þessa bók? Nú, þarna voru náttúrulega upplýsingar sem lágu ekki á lausu, sérstaklega á Íslandi og þá upplýsingar til dæmis hvernig bankakerfið virkar og svo það líka að umræðan á Íslandi hún var svo hlægilega mikið til hægri og vinstri. Það voru bara settir upp 2 pólar fyrir fólk en þessi pólar eru raunverulega ekki til hægri og vinstri. Þetta notað á svona sambandi við félagsmál og einhverja sundurgreiningar en almennt talað að þá Hitler lengst til hægri og Stalin lengst til vinstri og þeir eru nákvæmlega eins. Þannig að eina baráttan sem getur átt sér stað milli fólksins sem stjórnar og almennings í landinu og það ekki hægri og vinstri. Hvaðan fékkstu heimildir í þessa bók? Ég lá nú í mikið af þessum heimildum var mjög erfitt að komast yfir eins og Generals in Grey Suits og alls konar heimildir. Þessar bækur voru ekki til neins staðar, maður rakst á þessu nöfn hér og þar og ég lá mikið á bókasöfnum í Englandi, í London, British Museum og þetta var feikileg vinna á þessum tíma að ná þessum upplýsingum saman og lesa um þetta því að í dag netið þarna og maður bara brunar í gegnum þetta en þarna var maður að kaupa bækur og finna bækur á bókasöfnum og sérstaklega heimildir sem voru erfitt að finna sem voru bara á bókasöfnum. Nú hef ég bara lesið þessa bók einu sinni, það langt síðan, 10-15 ár síðan en þetta var sko gríðarlega áhrifamikil lesning og ég hef nú mælt með þessari bók nokkrum sinnum og þarna kemur meðal annars koma fram upplýsingar Committee of Foreign Relations sem enda að kalla Council það ekki í dag Bilderberg-hópinn og ýmsa bankastarfsemi sem þú komst inn á og Trilateral Commission. Akkurat. Þú bjóst í New York og varst þar 11. september 2001 og horfði sennilega á CNN eins og fleiri. Manstu eftir því hver svona fyrsti bandaríski háttsetti maðurinn var sem kom fram í CNN á þessum degi? Nei, þetta var held í formaður Committee of Foreign Relations. Já, skipuleggja næsta stríð. Og það var hann sem fannst mér að sefa óta almennings, einhver hluta vegna. Það var ekki einhver úr ríkisstjórn eða forsetinn sjálfur, eða varaforseti. Þetta fannst mér svolítið athyglisvert eftir að hafa lesið þessa bók. En í annað, skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis. Hefurðu lesið eitthvað úr henni? Já, ég lesið mest af henni. Og hvað finnst þér um hana? Skýrslan mjög góð og sérstaklega vegna þess að hún setur ákveðið gólf á umræðuna. Að nú þarf ekki lengur að tala um hvað gerðist og menn reyna mjög lítið að deila um það. Þetta gerðist og nú fer orkan í að finna hvernig vinnum við úr þessum upplýsingum. En það þó 20 í skýrslunni sem ekki nógu gott og kemur fram á blaðamannafundinum og það það að þjóðin ber einhverja ábyrgð á því sem gerðist. Þetta kjaftaði sem að byrja með snemma og þetta kjaftaði sem á ekki að leyfa. Því að þjóðin vissi ekkert um hvað var að gerast. Við sjáum alveg í þessari skýrslu að það var logið stanslaust af öllum. Og þjóðin ber ekki ábyrgð. Hitt að reyna að útskýra hagfræðilega hvað gerðist í bankakerfinu. Og það ein setning hérna, það sem segja að bankarnir voru að berjast fyrir lífi sín. Eins og William Black bendir á, þá var þetta vitleysa. Bankarnir, þeir fæðast í synd, þeir gefnir hérna, þessir 2 bankar fyrst. Og þeir halda áfram í synd. Kannski í byrjun voru þetta menn sem gátu alls ekki rekja banka sem voru að burðast við það. En mjög fljótlega þá þetta hrein glæpastarfsemi.
og bankar sem vaksa 50% á ári, að þeir eru alltaf glæpabankar. Við vitum það bara í gegnum tíðina. Það er ekki til öðruvísi bankastarfsemi sem æðir áfram og tútnar út 50% á ári. Það er glæpastarfsemi, alltaf. Og sem dæmum það, sko, þegar William Black er að eiga við Sparisjóðinn í Bandaríkjunum, þá voru þúsundur af þeim. Því að þeir voru tilbúnir í starthólunum þegar Reagan breyti lögunum, snemma 84-6 eða eitthvað svoleiðis. Þá voru menn tilbúnir bara í svikastarfsemi og þeir stökkva inn í bankana og William Black og hans fólk, þeir gátu ekki átt við alla bankana í einu. Þeir tóku svona helstu bankana en svo gáfuður út mjög merkilega tilskipun til allra sparisjóðanna. Þið megið ekki vaksa meira en 25% á ári. Og það eitt var til þess að þeir gátu ekki haldið þessu Ponzi skími eins og þetta er kallað áfram, þessum öfuga píramíd. Og sem sagt íslensku bankarnir voru glæpastarfsemi alveg nærri því, kannski frá upphafi en mjög fljótlega. Og það er engin hagfræðileg skýring á því sem gerðist. Hvað finnst þér það að Alþingi hafi beðið þessa skýrslu og að Alþingi muni taka á þessari skýrslu og gefa álit sitt núna í haust 2010? Það var náttúrulega engin annar aðili fyrir hendin Alþingi til þess að skipa nefnd til að gera svona skýrslu og ég held að þeir hafi orðið hálf hissa á skýrslunni, hún var það góð. En náttúrulega hvað gerist næst, það er verið að tala alls konar hluti en manni sýnir sko, við erum fyrst að gera grein fyrir því að flest allir alþingismenn virðast hafa verið á kafi í þessu. Við sjáum bara kúlulán upp í 100 milljónir og hvernig var að sjá kúlulán niður í 20 milljónir sem er ennþá raunverulegi peninga fyrir mörgu fólki og sjá hvað þetta voru margir alþingismenn, ekki bara það, hvaða alþingismenn fengu þessa peninga í sjálfseignasjóði, hvað græddu þeir? Þegar verðbréf í bönkunum var að fara upp og ætlaði að skila þessum gróðu. Það er ekki nóg að segja ég borgaði tilbaka kúlulán. Við þurfum að vita hvað þessi menn græddu á ólöglegri starfsemi vegna þess að taka lán í banka til þess að kaupa hluta fyrir bankans er ólöglegt. Það er verið að spila með markaðinn ólögleg. Þetta er alveg ljóst og á þessu atriði er þetta náðum öllum og náttúrulega fjölda öðrum atriðum. En hvað gerist næst? Það er stóra spurningin. Það er erfitt að ímynda sér þetta lið sem brást gjörsamlega pólitíska stéttin og var á kafi í sukki og misti allan vilja og getu til þess að vera með eftirlit í kerfinu. Eyðilögðu fjármála eftirlitið og allt það bátt. Hvað gerir þetta fólk næst? Það er góð spurning og þetta á að vera landsréttur yfir einhver af þessu fólki og það vantar þjóðlagaþing og það verður að breyta allir þessi kerfi. En hvað gera alþingismenn? Þeir gera ekkert óneittir, við vitum það. Þeir gætu hugsanlega dempað niðurstöður þessarar skýrslu og tafið. Þannig að úr verði nánast ekki neitt. En ef til málaferla kemur, hvernig heldur að þau fari? Já, þetta er málaferli gagnvart alþingismann. Er þetta ekki það pólitískt? Já, þetta er svolítið erfitt mál því að pólitíkusar eru náttúrulega með einhverja friðhelgi og þess vegna er verið að tala þennan landsrétt yfir einhverjum þeirra. En þeir sem lánaði með bönkunum, þeir eru náttúrulega sekir. Þeir sem lánaði á þeim forsendum að þeir kaupi hlutabréf og græði sem sagt ef hlutabréfin fara upp en tapi bara að rúli eitthvað út í buskan eða tap, af því að þetta er í sjálfseignarfélagum. En þú voru að spyrja einhvern annan hvað liggja lögin þarna nákvæmlega. Það er náttúrulega ljóst að sá sem lánar er sekur. En hvort sá sem tekur við lánin og gerir þetta getur sagt hann að ekkert vita neitt í sinn haus. En við vitum að þetta er siðferðislega gjörsamlega út í hatt og í Svíþjóð og Danmörku og þessum löndum það var allt þetta liðhætt. Það hefði ekki farið bara í frí eins og hér því að þeir taka sér bara launalaust frí eða eitthvað svona frí
þá felur það náttúrulega í sér þá ósk að þetta hjaðni einhvern veginn út og þeir getur komið aftur. En á hinu Norðurlöndunum hefði þetta lið allt farið út eins og lagði sig. Nú hefur Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn að sögn tekið við stjórn landsins að einhverju leyti eða mestur hluta, eins og maður skilur þetta af umfjöllum fjölmiðla. Er Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn á bakvið orkusölu? Já, það er náttúrulega alltaf þannig, ef maður skilur ekki eitthvað mál, þá vantar upplýsingar. Ef þú skilur máli fullkomlega, þá veistu nákvæmlega hvernig nýjallu liggur. Og þetta mál með þessa nýjustu orkusölu er gjörsamlega óskiljanlegt. Gjörsamlega óskiljanlegt. Ríkisstjórnin er að kvaka þetta í heilt ár eða einhvern óratíma og svo þegar salan gengur í gegn, þá er eins og menn hafa aldrei getað gert neitt, en þetta er einkenni á þessari ríkisstjórn. Það er alveg sama hvort það verið að tala um bankaleynd eða hvað það verið að tala um, að það er alltaf kemur þetta, það er bara bankaleynd, við áttum bankana og við stjórnum landin og setjum lögin og getum breytt lögum, en við getum ekkert gert. Og það er alveg sama í þessu orkumáli sem er gjörsamlega óskiljanlegt. Hvernig skúffufyrirtæki í Svíþjóð getur notað innlent fjármagn til þess að kaupa sín í orkufyrirtæki sem í framtíðina áttur að skila hagnaði og þeir verða að skipta þeim hagnaði yfir í gjaldeyri sem verður sendur úr landi. Þetta er svo mikil truflun að eina skýringin á þessu er bara það er einhver aðili þarna bakvið eins og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn gæti verið sem bara setur leikreglurnar og þeir fara eftir því. Manni heyrist að það séu fordæmi þess frá öðrum löndum? Það er út allan heim. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn er bara þekktur fyrir þetta. Hann fer inn í lönd og rústar öllu fyrir ákveðna aðila, fyrir erlend stórfyrirtæki sérstaklega og erlenda banka og skilur allt eftir sig í rúst. Nú er spurning, við erum í þessari stöðu, það er lítið við því að gera hérðan frá hvernig fór, en nú getum við reynt að átta okkur á því og gripið til aðgerða fyrir framtíðina eða varðandi uppbyggingu. Gætu við til dæmis orðið fyrst þjóða til þess að skipta algjörlega frá bensinni yfir í aðra innlenda orkugjafa fyrir bílaflotan? Jú, það er náttúrulega stór hluta að sjálfstæðis hugsa þjóðarinn ætti að vera að sjálfum okkur sjálfbærum orku algjörlega. Og við bara munum það að þegar allt hrundi hérna haustið 2008 þá var ein aðalhræðslan við það að það bærist ekki olía til landsins eða það var ekki hægt að kaupa hana. Og ef Ísland væri þeirri aðstöðu að vera með bílaflotan og helst bátaflotan líka á innlendri orku, þá getur enginn sagt neitt við okkur og þar er alls konar aðilar sem vilja það ekki og myndu sennilega vinna á móti því. Myndu þeir ekki að reyna að setja okkur einhvers konar viðskiptabann? Já, það er þetta, við verðum náttúrulega fyrst að fá eitthvað út úr þessu. Hver er að stjórna hér á bak við tjöldin eða hvernig er þetta gert? Og þetta kemur allstaðar fram með Icesave-málið. Það skilur náttúrulega enginn almennilega hvað er að gerast og það er alltaf verið að tala um að nú getum við samið, en það er aldrei tala um að fara dómsleiðina með þetta. Og þarna er bara eitthvað afl í gangi sem við bara sjáum ekki. Því ég trúi því ekki að Steingrímur og þetta fólk sé svona vitlaust eða ofboðslega lynd einhvern veginn. Þó maður getur náttúrulega að trúa flest upp á íslensku stjórnmálum. Hvernig væri best að afgreiða Icesave-málið? Dómstólaleiðin hlýtur að vera. Þeir eru búin að endurtaka hvað eftir annað. Þeir vilja ekki fara dómsleiðin. Og svo þegar verið að breyta samningum þá, það er að breyta nema ekki dómsleiðin og það er alltaf verið að tala um þetta. Og það er óskup einföld ástæði fyrir þeir vilja ekki fara dómsleiðina. Að það myndast þá fordæmi sem lettar og alls konar fólk getur notað og þeir vilja alls ekki þetta fordæmi. Og þess vegna eru Svíar svona harður á móti Íslandi að þeir hafa lánað í Lettlandi og Litáen og þessum löndum, alveg stóru upphæðir. Og þeir vilja ekki þetta fordæmi, því að þá eru þeir bara komnir á hausinn, þessi sænsku bankar. Og þeir fara á hausinn, ég meina, þeir eru bara að kaupa sér tíma, en þeir fara á hausinn.
Hver ber ábyrgð á Icesave ef bankinn fer á hausinn? Þetta var ein mikilvægasta spurning sem Íslendingar hefðu getað spurt sig þegar Icesave innlánsreikningarnir voru opnaðir. En var ekki gert, þannig heyrði ég það ekki. En hvaða spurning er mikilvægast í dag fyrir Íslendinga? Það þessi dómsleið náttúrulega. Ég meina að fá úr þessu það alveg augljóst að einhver kemur til þín og segir þú skuldar mig 10 milljónir, þá leita þú eða skoða þú réttarstöðin. Hvað gerðist þarna haustið 2008? Enginn leitar réttarstöðu, vill vita neitt hann. Það bara að byrja að skrifa undir hliðasamninga, gefa út yfirlýsingar sem geta verið bindandi. Það ótrúlegt að þeir hafi verið svona vitlausur, en hver veit. En þeir bara lögðust á hnén alveg strax haustið 2008 og það er alveg furðulegt allt þetta mál. Síðan sendaði menn eins og Svavar sem ágætis maður og tala sjálfsagt ágætis ensku, senda hann til að semja með einhverja menn sem eru með mörg 100 ára hefð á bakvið sig sambandi við alþjóðlega samning. Þessi menn geta breytt einni komu hér og þar til að breyta vissum áherslum eins og gert hjá tryggingafélögum og annað. Og það getur engin samið við svona fólk nema sérfræðingur. Það þurfti einhverja erlenda sérfræðistofnun, lögfræðistofu einhvers staðar í alþjóðarétti sem kann þetta. En að senda einhverja jólasveina hérna, þetta bara svo ótrúlegt að valla að ímynda sig hvernig svona ákvörðun var tekin. Borgarstjórnarkosningarnar núna í Reykjavík á Íslandi eftir viku, tæpa. Það mikil óánægja finnst manni með þessa hefðbundnu pólitík eins og hún hefur verið stunduð á Íslandi í áratugi sem að kristallast núna í skoðanakönnunum. Hvað heldur að gerist í landsmálunum ef að þessar skoðanakannanir ganga eftir í borginni? Já, það náttúrulega verið að refsa svona lokal fólki fyrir landsmálapólitíkina núna og fólk getur það á léttunótunum ennþá Svo verður við bara að sjá til að þegar kemur eitthvað alvarlegra inn í myndina sem verður náttúrulega fyrir næstu landskosningar, hvernig verður tekið á því. En óánægjan í þjóðfélaginu náttúrulega alveg botnlaus, alveg botnlaus og auðvitað á hann að vera þá og kannski miklu meiri. Íslendingar eru alveg ótrúlega bara þolinmóðir miðað við allt sem á undan gengið. En Íslendingar eru með mjög sterka lýðræðisvitund og það eru fordæmi fyrir því í sögunni að Íslendingar hafa tekið tauman og heimtað breytingar. Og ég held að pólitíkurinn geti ekki rugla fólki í þessu rými. Það bara spurning hvað gerist þetta hratt, en breytingarna koma, það gera það. Því að lýðræðisvitundin mjög sterk hjá fólki og það engin kjánar sem búa hér í landinu. Þeir eru bara svolítið seinir. Þau 4 atriði sem að mér finnst skipta mestu máli og þetta eru mörg atriði sem skipta miklu máli. Þessi 4 atriði eru til dæmis fjárhagsöryggi þjóðarinnar, fæðuöryggi, atvinnuöryggi og sjálfstæði. Má ekki segja að þetta hafi og geti brugðist miklu meir en orðið vegna nánast ónýtrar hagstjórnar. Já, Ísland mjög gott ríki. Byrja á því að gera okkur grein fyrir því að landið sjálft mjög gott. Annars hefði ekki verið hægt að stjórna því eins og því hefur verið stjórnað síðastliðin 50 ár. Það hefur verið meir og minni óstjórn og sérstaklega í peningamálum sem verðbólgan þegar Seðlabankinn átti, ég held að það hefur 25 ára afmælið, þá skrifa eins og grein að hvort kæma undan 25 ára afmælið eða 100.000% verðbólga. Þetta var hagstjórnin. En allt þetta út af því að pólitíska kerfið að byrjaði mjög snemma, strax þegar lýðveldið stofnað, að þá pólitíska kerfið svona hálfgerð mafía
og það hefur kannski líka þróast út af því að hér herinn og vissir aðilar höfðu aðgang á hernum og gróðanum á hernum og aðalega þetta náttúrulega íhaldið og framsókn og þá myndast pólitísk svona hálfgerð mafía á Íslandi og við höfum aldrei losnað við hann og þessi ofurtök sem pólitíkustar hafa alveg haldið síðan og þetta mjög ólíkt því sem við hefum að venjast til dæmis á Norðurlandum að það ekki til svona mafíustjórn á toppnum og ekki bara það heldur kannski 1 eða 2 menn sem stjórna öll og það er ekkit lýðræði vegna þess að alþingi bara klapplið eins og í Norður-Kóreu og dómsvaldið er meira og minna pólitískt. Ég held að sé alveg bara hreinlega valla nokkur maður í því sem ekki er sjálfstæðismaður eða framsóknarmaður. Hvað finnst þér að kjósa dómara? Auðvitað að kjósa dómara eða að eitthvað annað fyrirkoma en stjórnmálamenn eins og þeir hafa gert þetta eiga aldrei að kjósa dómara eins og hefur náttúrulega komið í ljós margoft að vera hræðilegar ákvarðanir. En jú, kjósa dómara, kannski einhver önnur leið, einhverjir nefnd dómar á eftirlaunum kannski velja þetta eða eitthvað, en það var náttúrulega ekki hægt að finna neina nefnd dómar á eftirlaun sem ekki eru pólitískir. Þannig að sennilega best að kjósa það bara, beinni kosningu. Já, með ákveðnu fyrirkomulagi til dæmis geta alþingismenn valið 2 fulltrúa og hæstaréttardómarar 2 og félag lögmanna 1 og hafa 5 í kjöri. Já, en kerfið verður að breytast. Hvernig sem þetta verður gert. Bein kosning gæti náttúrulega að fara fram með borgarstjórnar eða þingkosningum og svoleiðis. Setja upp þannig kerfi. Já, nú ætla ég ekki fullyrða neitt, en má færa rök fyrir því að fyrir 65 árum síðan cirka hafi verið framið hér valdarán og að síðan hafi hér verið arðrán og nú sé verið að gera fjárnám í íslensku þjóðinni. Já, nú er stór spurt. 65 ára hvað eftir stríð þá? Þá fáum við, þá verðum við sjálfstæð þjóð. Já. Sko sjálfstæð innan gæsalappa, má maður orða það þannig? Já, maður þarf nú að spekulera aðeins í þessu, en eins og ég segi, það var valdarán að því leyti að það myndaði strax mjög spillt stjórn, mjög spillt. Hugsanlega háð utanaðkomandi öflum? Hún er náttúrulega háð hermanginu. Þetta voru svo botnlausir reikningar að það eru til frásagnir af því að bandaríska þinginu að menn tóku upp pappíra og fóru að skoða og ætlaði að fara að segja eitthvað. Það var kallað og lokaði fundur. Hvers konar sjálfstæði er það? Já, það er náttúrulega, nei, það er ekkert sjálfstæði, en það var upplýsingunum haldið í svo þröngum farvegi þegar Morgunblaðið náttúrulega drottnar yfir öll og upplýsingum var haldið í það þröngum farvegi. Það var hagfræðingur sem spáði kreppu á Íslandi 1966 og Bjarni Ben, hann hreinlega bara flæmdi hann úr landi, hann fór til Danmörkur. Hann bara spá svona efnahagshrun sem síðan rættist. Það þurfti nú ekki meira. Hvernig förum við að því í svona risastóru landi, svona bara meðað við mörg lönd í Evrópu? Við erum held ég 12. stærsta landið af löndum Evrópusambandsins ef við værum í Evrópusambandinu. En við erum svo gríðarlega fá, hlutfallslega séð með að við þessi helstu lönd sem við miðum okkur við. En hvernig getum við tryggt okkur auðlindir að þær verði í þjóðareigu? Þetta byrjar náttúrulega með heilbrigðri stjórnsýslu. Meðan þetta er eins og það er í dag, þá er málið vonlaust. Og við bara sjáum það með þessar orkusölu núna daginn. Það verður að sópa þessu leiðið út. Það er algjör forsend. Og það verður að breyta stjórnarskránni og koma á virku lýðræði þar sem framkvæmdavaldið og dómsvaldið og löggjafarvaldið eru sjálfstæðar stofnanir. Það verður að gerast. Ef það gerist ekki, þá heldur þetta áfram. Það verður bara klíkuskapur og auðlindirnar verða bara seldar útlendingum. Það stefnir allt í það. Samkvæmt þessu, hvað er næst? Landsvirkjun. Þannig að
innviðirnir, það verður að byggja þá upp á nýtt. Eins og þetta núna, þá heldur vitleysan áfram. Og svona lokum og allavega í bili varðandi skýrslu rannsóknar nefndarinnar sem nú að margra mati og sannlega flestra stórmerkilegt plagg og öðrum þjóðum fordæmi, gerir ég ráð fyrir. Það eru einungis 3 spurningar svona helstar sem standa eftir hjá mér. Og þær eru: hvað gerðist og hverju eða hverjum erum að kenna? Og spurning nr. 2, hvernig er staðan og hvernig gerum við upp? Og spurning nr. 3, hvert stefnum við og hvernig komumst við þangað? Já. Það er að segja, ég veit eiginlega ekki neitt, þó mér hafi verið sagt helling. Við þessu hafa ekki að mínum mati fengist skýr svör, sama hversu mörg þúsund blaðsíður verða birtar það sem menn sögðu. Já. Og það sem gerist hingað og þangað. Það er að segja, menn er að kenna öllum öðrum stjórnmálamenn er að kenna bankamönnum bankamenn er að kenna stjórnmálamenn sumir segja að fjölmiðlar hafa brugðist og svo framvegis. Af hverju er ekki skýr niðurstaða í þessu? Það er alveg skýrt í mínum huga hvað gerðist. Stjórnmálamennirnir brugðust. Það er fyrsta skrefið. Að eftir höfðunu dansa leimirnir. Það er alltaf þannig að ef toppurinn er ekki í lagi, að þá síjast spillingin niður. Stjórnmálamönnum var mútað. Það er ekkert hægt að kalla það annað. Kúlulán eru mútur. Ef þú lána fólki peningar sem það þarf ekki að borga tilbaka, sem sagt ef það tapar og fær gróða eða græðir, það eru mútur. Það er ekki hægt að kalla það neitt annað. Og þetta stjórnmálalið, það brást gjörsamlega og þess vegna gekk allt hitt eftir. Svo lengi sem toppurinn er ekki í lagi, þá fer allt úr skorðum fyrir neðan. Og þessi bankamenn sem segir, það voru hreinir glæpamenn, eiginlega alveg frá upphafi og kannski frá upphafi. En þetta er stjórnmálamönnum fyrst og fremst að kenna. Og ekki bara stjórnmálamönnum, heldur þessi kerfi sem þeir hafa komið upp í marga áratugi hér. Þetta er ekkit ósvipað þegar menn gátu gengið inn í bankana. Það voru gjafapeningar því að verðbólgan var hærri heldur vextirnir. Og það voru heilu fyrirtækin eins og sambandið. Þetta var bara rekið á gjafafé og engu öðru. Það sem stólið stanslust frá gamla fólkinu og sparisjóðsbókum, allar sem áttu sparifé. Miðað við lestur þessar bókar, Falið vald, þá veltir maður því fyrir sér hvort að þessir íslensku bankamenn séu hugsanlega og hafi verið jafnvel frá upphafi í vasanum á erlendum öflum sem lítið er talað Það er mjög erfitt að gera sig grein fyrir því. En er það möguleiki? Að þeir hafi verið notað sem leppar? Já, sko, þeir fá alveg gífurlegt fjármagn. En það er á þeim tíma sem skuldabréfavafningar og annað er að búa til óhemji fjármagn í kerfinu. Þannig að það er ekki víst að þeir hafi verið í vasanum með einhverjum. En við getum líka velti fyrir okkur, var það skipulagt að lána þeim alla þessa peninga til þess að setja landið á hausinn, til þess að ná í auðlindirnar. Að Íslendingar vanmeta algjörlega stöðu landsins svona upp til hópa. Og það talaði að það sé bara samsæriskenning og bara bull að útlendingar vilji hér eitthvað skapaðan hlut. En það er fullt af fólki sem spekulerar langt fram í tíman og það sér landfræðistöðu landsins. Það sér hreina vatnið í heimi þar sem vatnsstríð er að fara að byrja núna. Og gífurlega átök vatn. Og ég tala nú ekki orkuna sem er að vera ekki búin í heiminum heldur er að ná vissum toppi þar sem verðið æðir upp. Og ég held sé alveg ljóst að í næsta efnahagsuppgangi að þá æðir orkuverðið upp úr öll. Við förum hérna aðeins yfir alþjóðleg mál á eftir, tökum okkur smá pásu þangað til, en það er ein spurning talandi William Black, ég hitti hann daginn og spurði hann einmitt að því, ef hverjir eru að reyna að taka yfir Ísland? Erst þú með svar við þessu? Ef einhverjir? Já, þetta rennur allt saman í eitt. Þú ert með alþjóðlegu bankana. Ef þú kortleggur þá sem setja í stjórnum stærstu bankana og stærstu fyrirtækjana, og það er alveg saman þó þú tækir 800 fyrirtæki og banka, þá fer þetta allt niður í svona 200 manns sem eru fulltrúar sem ég kalla ofurríkra manna á jörðinni. En þetta er meira kerfi
heldur en sko þeir séu kannski að spekulera sko tökum þessu olíulindi eða þetta er bara kerfi sem gengur og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, Alþjóðabankin eins og jarðeitur sem ýta sér inn í löndin fyrst og skapa rétta jarðveg og síðan kemur þetta kapital inn. Þetta er svona meira, þetta er allt á svona autopilot má segja sko. En hvaða menn væri að taka Ísland, það er, ég myndi segja það væri í kjarnan stórbankarnir, í kjarnan og þeir sem standa á bakvið þá banka. Fyrst og fremst vegna auðlinda? Auðlindirnar eru ofboðslega mikilvægir en svo náttúrulega landfræðileg staða. Hafsvæðið allt og jafnvel olía í sjónum og hluti sem við jafnvel vitum ekki vegna þess að með þessar nýjustu tækni og gervitunglum þetta tekur myndir út allt og djúpt ofan í jörðina. Það er heilt kerfi, þetta HAARP-kerfi sem sendir upp frá Alaska geisla sem fara svo djúpt ofan í jörðina og þeir geta fundið alls konar hluti sem við höfum bara ekki hugmynd og það er einmitt hugmyndin á bakvið þessa rosalegu njósnastarfsemi að þeir finna svæði þar sem eitthvað er áhugavert og þá byrjar pólitíska og fjármála pressan sko að koma inn. Þannig að það geta liðið 10 ár, fólki í landinu átt að sjá því hvað er að gerast, eftir hverju þeir eru að slægjast. En við erum bara ekki með þessa tækni sko. Þakkaði fyrir þennan part, nú tökum við okkur smá pásu. Ok. Hvers vegna er Evrópusambandið að styðja við evruna? Já, ég get náttúrulega byrjaði að svara þannig að þetta er gamall draumur, Rockefeller draumur og kemur fram í nafninu á Trilateral Commission sem var stofnuð 1972 eftir Bilderberg og allt hitt, svona lógískt framhald af þessum félagum. Sko, ríkt fólk er líka með þrýstuhóp, gagnstætt því sem margir halda fram. Ríkt fólk er með þrýstuhóp sem reynir að koma ákveðnum málum í gegn. Og eitt af þessum málum er að sameina heiminn í 3 einingar. Það er Evrópa, Ameríka og Asía. Vegna þess að það er svo miklu auðveldara að stjórna í gegnum 3 aðila heldur en 200. Og evran og Evrópusambandið er náttúrulega hluti af þessum draumi. Og það var búið að tala þetta fyrir löngu síðan. Löngu áður en þetta gerðist. Sambandið við Evrópu og það er draumur sem rættist á þessum tíma. En núna er að koma í ljós að evran stenst ekki sem gjaldmiðill. Það er ekki hægt að reka þetta eins og Bandaríkin, evruland. Vegna þess að mörg þessi lönd er bara hreinlega ekki í neinni aðstöðu til þess að keppa við Þýskaland og Holland og Svíþjóð og svona ríki. Meira sé Frakkland á eftir að lenda í erfiðleikum. En það er nú ennþá falið. En Portúgal og Spánn og Ítalía vonlaust dæmi. Ítalía skuldar bara Frökkum $500 milljarðar og þeir eru ekki nokkur aðstöðu til þess að borga alla þessa peninga eða halda þessu gangandi. En það sem Evrópa gerði núna, að þeir grípa til aðgerða sem eru ofboðslega miklar og fólk kannski almennt gerur sig ekki grein fyrir hvað þær voru svakalegar. Að það er í fyrsta lagi verið að setja upp $1 trilljón sjóð, 750 milljarðar evrur, sem eru náttúrulega ofboðslegi peningar. Og það er gert þvert ofan í vilja til dæmis þýsku þjóðarinnar og fleiri landa sem eru aflögufær og fyrir Þjóðverja þá var þetta svo stór pólitískt að það er alveg furðulegt að það skyldi koma sér í gegn. En í öðru lagi þá byrjaði Seðlabanki Evrópu að kaupa vandræðapappíra. Hann er að kaupa ekki bara ríkisskuldabréf, heldur einhverja pappíra sem eru dekkaðir með fasteignum. Og á Spáni hafa fasteignir fallið yfir 50% og það er alls staðar að falla og Írlandi að falla og Englandi að falla. Og þetta er líka algjörlega fer þvert á það sem Þjóðverjar vilja og þýski Seðlabanki vill. En
þetta keyrt í gegn svona að banki fær að kaupa pappíra og þetta er kallað þetta quantitative easing sem er fallegt orðið við bara að prenta pening og áættir að hafa gífurlegar afleiðingar þegar hagkerfið fyrir að taka við sér því að það verður verðbólga mjög hressileg svo mesta sem við höfum séð ef ekki óðaverðbólga svo mesta sem við séð síðan í stríðslok á Evrópusvæðinu. Nú, Bretar neita að taka þátt í þessu sem sýnir að það er komin gjá innan kerfisins. Bretar segja við erum ekki með evru sem hefur ekki að gera neitt með neitt vegna þess að það er verið að bjarga efnahagskerfi Evrópu, ekki endilega evruna. Og alls ekki evruna, það verið að tala bara kerfið sem slíkt, land geti ekki borgað skuldir. En í síðasta lagi og mikilvægast er að þeir taka inn alþjóðagjaldeyrissjóðinn. Og það er gífurleg niðurlæging fyrir Evrópu að þurfa að taka þannig aðila inn og þar með segja við getum ekki leyst okkar eigin vandamál. Gífurleg niðurlæging en það er bara ein ástæða fyrir þessu. Það var notan sem varðhunda til þess að níðast á Portúgal, Spáni og síðan Ítalíu og ég tala ekki alla Austur-Evrópu þegar þar að kemur. Þessi lönd sem vilja fara í efnahagssambandi í Austur-Evrópu og sem sagt þetta eðli Evrópusambandsins er að breytast gífurlega. Það virðist vera að það á bara að vera grimmur við þessi lönd sem geta ekki keppt við Þjóðverja, Hollendinga, Svía og svo framvegis. Okay. En þetta misafnast með evruna. Þetta kerfi gengur ekki upp. En það er annað í þess að það getur líka verið þegar reyna að breyta sér herveld til þess að svona, þetta lítur öðruvísi út og að vera að tala sameiginlegan her Evrópu. Það verður gaman þegar að fara að kjósa þá í Íslandi, hvort að menn vilji herskild. Þú meinar þá ef við göngum í Evrópusambandið? Ef við göngum í Evrópusambandið og þá verður herskild. Hvað gerist ef þessi tilraun Evrópusambandsins að styrkja evruna misheppnast? Nú ætla ég að spá nokkur sem er ekki gæfulegt. Ég held að elítan, peningaelítan gerir það sem hún er alltaf gert þegar hún er í vandræðum. Hún hrindrast að nýri styrjöld. Þannig að þessi vandamál gleymast í langan tíma og í skjóli nýra styrjaldar hvar sem hún verður og hvernig sem hún verður, ég veit það ekki. En ég held að það sé stefnt að því að ákveðnum aðilum að koma á stað miklu stærri styrjöld heldur en eru núna í gangi í Afganistan og Írak. Hvort að það byrja með árás á Íran sem síðan breiðist út eða hvort að Pakistan og Indland fara í takmarka kjarnorkustríð sem er gamall draumur Kissinger sem skrifaði bókina 1958 sem skrifaði að vísu fyrir David Rockefeller. Það sem að tala að það væri eiginlega æskilegt að það væri hægt að fara í takmarkaða kjarnorkustyrjöld og þarna myndi sá draumur rætast að það væri kannski hent 10 kjarnorkusprengjum í stríð á milli Indlands og Pakistan. En elítan eins og heimskreppan mikla, hún leystist aldrei fyrir en seinni heimsstyrjöldin skellur á. Og fólk var átt að sé því að það hrundi þetta 29 í Bandaríkjunum og síðan voru svona mismunandi vandræði en 37 þá byrjaði hagkerfið virkilega að hrynja aftur. Það var bankakreppan nr. 2. Og það reddaðist ekkert fyrir nýri styrjöld og ef þú ert með styrjöld þá ertu líka með kannski eitthvað sameiginlegan óvin eða sameiginlegt vandamál sem getur beint sjónum fólksins að og nota sem hagstjórnartæki og það getur verið eitt af því sem allavega í bili bjargar Evrópu en þetta er dökkspá. En burtséð frá spánni, hvort sem hún gengur upp eða ekki, að minnst ákosti þanga til, hvaða ríki í Evrópu eru í svipaðri stöðu og Grikkir? Það er þessi land, þessi PIGS land sem talaður Portúgal, Írland, Spánn, Portúgal, Írland, Ítalía og Grikkland.
Þetta allt í stórvandræði núna. En það eru miklu meira vandræði. Það er Eistland og Lettland og Rúmenía og þessi ríki. Þetta allt meira og minna gjaldþrot. Það verið að lækka kjörin hjá fólki. Það bara núna í gær voru það að lækka fyrradag. Að lækka laun held í Rúmeníu 25% hjá ríkisstarfsmönnum. Og þetta allt svona. Í Lettland bara hungursneyð og eiginlega bara fátæki flóttamenn á ferð til Norðurlandana og þetta skelfilegt ástand. En ef við lítum á stærri hagfræðilegri mynd, ef það verið að leysa eitthvað vandamál, eins og núna þessi efnahagskreppa, ef það leysa hana með því að keyra niður lífskjör fólks í fjölda landa, hvernig getur það leyst efnahagskrepp? Það verður bara meira atvinnuleysi og minni framleiðsla. Þannig að þetta allt tóm vitleysa hvernig þetta hefur verið gert. Vandamáli byrjaði þannig að bankakerfið framleiddi allt of mikið af peningum. Þannig að fasteignir ættu upp úr öllu í fjölda landa. Allir austurblokkinni, Spáni og Portúgal og þessum landum og í Bandaríkjunum. Og fyrirtæki og annað, allt sem peningaframleiðsla hefur áhrif á strax, það ættu upp. Og það vandamál, það var búið að búa til alltaf mikið skuldum í kerfinu og þú leysir það ekki nema að taka skuldirnar út úr kerfinu. Þú leysir það ekki með því að búa til meiri skuldir og með því að taka skuldir bankakerfisins sem ennþá á hausnum þó að mikið hefur verið tekið út. Að taka það og færa það yfir ríkissjóð, það leysir engan vanda. Staðinn fyrir að hafa bankakreppu síðast, þá ertu núna með ríkisstjórnarkreppu. Og þá engin, hver næsta kreppa þá? Bara Alþjóðabankinn eða? Það ekkert eftir þá. Og dæmið gengur ekki upp. Svona yfirfærsla á ríkið lækkar vantilega kaupmátt og þá til langs tíma og ætti kannski frekar hreinlega bara að afskrifa þessar skuldir strax. Það áttu náttúrulega að afskrifa í stórum stíl, láta fasteignamarkaðinn dúlla. Í Bandaríkjunum hefur það ekki verið gert vegna þess að ríkið stendur núna á bak við 90% allir lánum. Þetta sama fólki að vildi leggja niður Húsnæðislánasjóð á Ísland. Það Fannie Mae og Freddie og öll þessi fyrirtæki sem kaupa pappíra tengdum fasteignum, þau sitja núna uppi með 90% af fasteignalán. Og þetta kerfi gengur ekkert upp. Það ekki hægt að bara búa til meiri skuldir og svo hækka vextirnir. Því að hverju á fólk að vera að kaupa pappíra, endalösa pappíra, einhverju ríkisstjórnir sem gera ekki með að prenta peninga og með rosalegan halla og taka meiri skuldir. Skiptir einhverju máli hvort að Grikkland að prenta peninga eða tekur meiri skuldir, ég meina vandinn bara þarna áfram. En raunverulega stóðst evran aldrei í Suður-Evrópu, bara hreinlega stóðst ekki. Og hún stendst örugglega ekki í Austur-Evrópu. Því að þessi land hafa mjög lítið til þess að flytja út og ráða ekki til svona risa eins og Þjóðverjir. Skuldir Evrópuríkja og annars vegar og svo Íslands hins vegar. Það það ekki eðlismunur á þessum skuldum vegna þess að oftast talað að þessar skuldir erlendu ríkja séu í raun og veru skuldir ríkissjóðs viðkomandi landa. En hérna sé þessi rosalega tala sem var talað haustið 2008, einhverju 10-15.000 milljarðar íslenskar. Að þetta voru að langmestu leyti erlend fjármagn sem tapaðist, að sjálfsögðu því miður. En vegna þess að það tapaðist náttúrulega í leiðinni ákveðið orðspor þjóðarinnar. En íslenskar skuldir ríkissjóðs Íslands, þær voru náttúrulega nánast engar á þessum tíma, hafa eitthvað aukist núna, en það það ekki mikill munur á þessum svokölluðu skuldum Íslands og svo skuldum erlendra ríkja? Jú, en náttúrulega skuldir Íslands eru töluvert flóknar. Hvernig það verður leyst úr þessu? Af því að við liggjum með þessu krónubréf og annað. Það verður að tala með ákveða gengi, hvernig þetta að semja? Eins og Seðlabankinn samdi 260 krónur evrur þegar hann losaði sig við pappír. Þannig að þetta töluvert óljóst. En það þýðir ekkert að tala um það hér að vera með fljótandi gengi eins og allur heimurinn meira og minna með nema alltaf Kína, eina hagkerfi sem rekið með hagnaði.
og þetta mjög erfitt mál að tala í stuttu máli, ég meina, því að hvernig verður þetta borgað, á hvað gengi verður þetta borgað, hvað verður borgað, á að borga ISF skuldir og hvað verður saman það og hvernig losnuðu við þessi krónubréf og annað. En Ísland í alveg í frábæri aðstöðu til þess að svona koma sér út úr þessu, af því að landið flytur svo óbúslega mikið út. Og það regin munur á því og öllum þessum löndum sem að fara á hausinn, hvort sem það Dubai eða Grikkland eða Pólland eða Lettland, og þessi lönd, þetta flytur svo lítið út. Og svo erum við líka með peningakerfi sem eigum að geta stjórnað miklu betur og öðruvísi. Við þurfum ekki að vera með einhverja ofsatrú, til dæmis á því að krónan eigi að fljóta, skella þessu við körfu gjaldmiðla, láta það fljóta þannig og síðan bara ákvaða öðru hvoru hvað gengið er. Ertu það að meina að festa það við aðra gjaldmiðla? Festa það við körfu, kannski 5 gjaldmiðla. Þannig að sé ekki að flegi ferð upp og niður, því að til dæmis evran og dollari bara það eru stór sveiflu, en ef það miðað við báða pluss 3 aðra, þá haggast ekki gengið. Þá værum við í raun og veru með erlendan gjaldmiðl á Íslandi sem í raun og veru samansettur gjaldmiðl, nema að á honum mynd af Íslendingum með íslensku letri. Já, og hann ekki keyrður upp og niður af spákaupmönnum, vegna þess að íslenska krónan svo lítil og það verður alltaf verið vitað, fólki sem vitað á þessu, eins og Gunnar Tómasson benti ríkisstjórnina á sínum tíma þegar ákvörðunin var tekin að láta íslensku krónuna fljóta. Hann sagði að þetta ekki hægt, hún svo lítil. Meðalstór sjóður getur sendt þetta upp og niður að vild. Þetta svo lítið. Og þá sagði Jón Sigurðsson í bankanum, já, við getum ekkert gert öðruvísi en aðrir. Og það var svarið. Og það svona sýnir hugsunarháttin og hugsunum sem fór í þetta, það bara, við getum ekkert verið öðruvísi en aðrir. En Íslandi öðruvísi en aðrir. Þetta sára lítið hagkerfi. Já, gallin við að binda gjaldmiðlinn að mínum mati að þá höfum við ekki tækifæri til að prenta penning sem reyndar alls ekki galli að mínum mati, en það þessi stærsti neikvæði punktur. Ég því bara mjög fegin ef við myndum taka þessa ákvörðun, en kosturinn að við gætum umfram kannski flestar þjóðir sem að kannast við haft gífurlegan plús á viðskiptajöfnuði og afgang í ríkisfjármálum af því við erum svo gríðarlegan útflutning. Já, en þó þú festir við körfu gjaldmiðla, ég sagði að þú getur endurskoðað gengi að öðru hvoru. Ef það fer að myndast halli, þá breytur þú bara viðmiðinu. Eins og Danir gera? Já, bara hefur hann að fasta á meðan. Þetta bara eins og gamla gengið var hérna alltaf, nema að þú komið með körfu gjaldmiðla og ef maður fer að tala gjaldeyrisviðskipti að fólk verður átt að sjá því að frjálsir gjaldmiðlar eru bara fyrir örfáa stofnanir til þess að græða. Fólk yfir höfuð tapar á sig vegna út á óvissu og það að gera eitthvað áætlanir og kaupa eitthvað svo eða fara í skóla eitthvað svo allt í henni gengi komið upp úr öllu í einhverjum landi. Breska pundi var rétt rúmu dollar í kringum 1980 og svo var það komið $2 6 árum síðan. Það var alltaf ekkert í hagkerfinu að gera sem réttlæti þetta. Þetta bara rugl. En bankarnir sem gera þetta, þeir versla með 3 trilljónir, yfir 3 trilljónir á sólarhring, sem 20% af hagkerfi Bandaríkjanna á heilu ári. Þetta bara á sólarhring gert. Og þessi bankar, þetta aðalega bara mjög stóri bankar, alþjóðlegi bankar sem gera þetta. Þeir geta alltaf gert þetta, en þeir með obban af þessum peningum. Og þeir með viðskiptavinni og þar af leiðandi þeir með svona innan búðar upplýsingar. Þeir sjá undan öllum öðrum hvert stefnir með ákveðna gjaldmiðla frá viðskiptavinni sínum. Síðan taka þeir sína eigin peninga og skella inn á hana marka. Og þarna enn eitt dæmið hvernig þessi stóru aðilar eru með forskot á alla aðra.
Annar kostur eða tveir kannski væri að það náttúrulega með því að festa gengið það var ekkert að braska með íslensku krónuna og í öðru lagi fengjum við væntanlega sambærilega vexti og gengur að gerist á öðrum erlendum lánamörkuðum. Já, vextirnir fara náttúrulega bara eftir trú þeirra á íslenska hagkerfinu og ef íslenska hagkerfið er byggt þannig upp að það skila alltaf afgangi og ég tala mikið að það vera fyrir að verðleggja orkuna rétt eða nota orkuna rétt að þá myndi myndast ofurtrú á íslensku hagkerfi. Hvers vegna eru þjóðir að skuldsetja sig umfram til dæmis þjóðarframleiðslu eins árs? Já, það er náttúrulega sjálfsagt fyrst og fremst pólitísk spilling. Þú sér þegar Grikkland tekur upp evruna að þá fölsuður bókhaldið á sér og það er Goldman og þessi bankar sem hjálpa þeim að falsa bókhaldið. Þeir sem sagt tóku tekistrauma til dæmis á flugvöll og færðu það fram í núi sem sagt tekið sem átti eftir að koma til margra áratug og þá allt í einu litu fjárlög Grikklands miklu betur út og þeir fá að taka evruna og þessi menn sem tóku þessu ákvarðanir að þeir eru sem flestir hættir og ég meina þetta er bara spilling yfirleitt og það er einhverjir þrýstu hópar sem krefjast þess að ákveðnu stefnu sé haldið til streita alveg sama hvað tapið er því alltaf er alltaf velt yfir á fólki þegar illa fer. En hvers vegna er verið að lána þjóðum sem skulda svona mikið? Já, það er náttúrulega getur verið svolítið snúið mál. Til dæmis ef við tökum Spán og þeim er lánað svona opbóðslega mikið vegna þess að fasteignir er alltaf að hækka í verði. Það eru búin til verðmæti sem í þessu tilfelli eru gerviverðmæti og sjálfsagt er það oftast þannig. Dubai er sama dæmi, þeir eru að búa til eitthvað ægilegt dæmi sem menn ímyndar sér að sé kosta eitthvað en allt í einu kemur í ljós að það er vonlaust dæmi og þetta endurtekur sér land eftir land. Í Bandaríkjunum getur bara prenta peninga, ég meina það er ósköp þægilegt og getur eytt peningum og prenta pening og borga skuldir með prentuðum peningum og suma þjóðir eru í aðstöðu til að gera það að einhverju leyti en náttúrulega enginn eins og Bandaríkin. Kínverjar eru ekki ánægðir með það? Nei, en þetta stefnir náttúrulega allt í tóma vitleysu. Ég meina það verður enginn til að kaupa allar þessar skuldir. Kínverjar eru að draga úr kaupum á þessu og Kínverjar eiga eftir að gangi í gegnum sína erfiðleika, það er alveg örugt. Fasteignabólan þar er svona það bil að springa en þeir ná sér aftur upp. En þessar stuðningsaðgerðir bandarísku stjórnarinnar við hagkerfi sitt, hvernig finnst þér að hafa tekist til? Já, það voru algjör mistök hvernig var tekið á bankakerfinu. Það voru hrikaleg mistök og þau byggjast bara á því að mjög valdamiklir aðilar eru þar til staðar sem bara fólk sem eru með kerfi sem styður stjórnmálamenn og hefur sitt fram. En að taka skuldir bankanna eins og þau gerðu og gefa bönkunum botnlausa peninga. Ég veit ekki hvað á að byrja að telja þetta. Við getum bara byrjað á $1 trilljón sem voru teknir inn. Seðlabankinn er látið taka trilljónir sem hann heldur bæði í bókhaldinu á sér og fyrir utan bókhaldið. Hann er fullur af ruslapapírum frá bankakerfinu. En það sem átti að gera náttúrulega var að þjóðnýta alla þessa banka strax eða kannski annað orðið verið ekki þjóðnýta, heldur bara taka þau í vörslu ríkisins á meðan, og þetta er sænska leiðin, tekur allt ruslið, losar við og reynir að selja það einhverju verði og síðan selur bankana aftur þegar þeir komnir í gott horf. Þá ertu búið með skuldirnar og farnar og getur þú byrjað upp á nýtt. Og þá fær fólkið eitthvað fyrir það vegna þess að hlutabréfið sem við Citibank fóru frá $60 í 2 eða eitthvað. En ef ríkið tekið þetta og tekið á sig náttúrulega mikla skuldbindningar í leiðinni en losa sig við pappírann og síðan selt bankan, þá hefur bankin selst á miklu hærra verð en $2. Kannski farið að $30 hvert verðbréf. Svipaðu með íslensku bankana? Já,
það var ekkert ósvipað sem gerist með íslensku bankana, að ríkið kemur inn og ríkið á þessa banka og notfærir sér alls ekkert aðstöðu sína, staðin fyrir að vera að afskrifa einhverjar billjónir hjá einhverju fólki, að hverju gerði ekki ríkið bara upp þessi fyrirtæki og seldi svo á almennu markaði, þannig að ríkið sjálft fengi eitthvað út úr þessu, staðin fyrir bara að brenna upp peningum í afskriftum til einhverju gæðing. Hvað hefðu erlendir lánadrottnar sagt við því, kröfuhafar? Gátu þeir nokkuð sagt eða höfðu þeir ástæðu til að segja eitthvað mikið, menn fóru þeir eitthvað vel út úr þessu? Ég held ekki. Það er stundum talað um það að hagkerfi heimsins sé hannað þannig að á nokkura ára eða áratuga fresti komi skellur. Hvers vegna er þetta ekki lagað? Nú það er vegna þess að snemma, þá komust menn í þessa aðstöðu og þá er ég að tala um snemma, ég er að tala um sko þegar konungsvaldið færist inn í bankakerfið eða ég getur kannski sagt sömu aðilar og voru þar innviklaðir í konungsvaldi sáu það var betra að vera með vald sitt inn í seðlabönkum. Þetta byrja mjög snemma í Niðurlöndum, Hollandi og Belgíu og þar og Englandsbanki stofnaði 1694 og þá fengu menn engarétt á að búa til peninga. Allir þessi seðlabankar voru engabankar og það hreinlega voruð með engarétt á að búa til peninga. Og Rothschild sjálfur sagði sko, ég þarf ekki að stjórna einu landi, gefum mig bara réttin til að búa til peninga, þá ræði ég því sem ég vil. Og það er alveg rétt. Og síðan þynnist þetta kerfi alltaf út. Fyrst er þetta náttúrulega gulltryggðir peningar sem þú getur ekki þannig út meira en kannski 10 sinnum eða eitthvað. Af því að fólk sækir í allt gullið sitt á einum degi. Getur alltaf gefið út meiri pappíra. En svo smá saman þynnist þetta kerfi út og kerfið byggist á því að bankakerfið er uppsprett alla peninga. Það er eina sem við verðum að vita. Bankakerfið er uppsprett allra peninga. Peningarnir eru lánaðar á vöxtum. Þú getur ekki borgað þessa vexti öðruvísi en að sækja meiri peninga í þetta sama bankakerfi. Og á vissum punkti að þá var að skuldinur orðna það miklar að það hreinur allt. Segir sig bara sjálft. Þú getur ekki endalaust heimtað vexti og framleitt peninga. En það sem hefur gerst á seinni árum er að kerfið er að þynna svo mikið út að Bretton Woods 1944, það er gert alþjóðlega samkomulag og þá skildu menn ennþá svolítið í peningum, sem virðast ekki gera í dag, að þeir tengja dollaran við gull. Sem að þurfti ankeri einhvers staðar til þess að allir myndi ekki bara þenja út. En svo berjast Bandaríkjamenn í Víetnam og bara prenta peninga, alveg svo eru bara prenta peninga núna fyrir þessum styrjöldum. Og svo var bara orðið allt of mikið af þessum pappírum og frakkar sérstaklega fóru að biðja gull fyrir þessa dollara sem þeir sátu með. Og þá gerði Nixon sér lítið fyrir 1971 og tekur bara gull úr sambandi við dollar og sagði að gull væri bara villimanna hlutur einhver. Enda ef dollarin sko fallið 97% gagnvart gulli síðan, þá sér maður hver er villimanna gjaldmiðill. Og síðan heldur þetta áfram að það er farið að breyta lögunum og 1996 þá til dæmis Glass-Steagall lögin tekin út í Bandaríkjunum. Þau voru sett í 1936 til þess að fjárfestingabankar og venjulegi bankar yrðu aldrei sama stofnun. Þú getur verið með og þetta sama verður að gerast á Íslandi. Það verður að gerast á Íslandi. Lögin verður þannig að þú ert með fjárfestingabanka og hann má gera hvað sem hann vill en hann hættir sínum fjármunum og skjólstæðinga sinna. En þeir sem eru með sparifé almennings að þeir vinna eftir mjög þröngum reglum. Þeir geta, lána til húsnæðis með ströngum reglum, 80%, 85% eða hvað það er og allt það sko, og til fyrirtækja, en þeir geta aldrei fjárfest í fyrirtækjum. Þeir geta aldrei braska með fyrirtæki og þeir geta aldrei til dæmis bara boðið til dæmis hærra íbúð heldur en að nemur skuldinni sem þeir setja uppi með. Þeir geta ekki yfirboðið á frjálsum markaði.
mjög stranga reglur. Það verður að aðskila aftur á Ísland. En þetta var tekið út í Bandaríkjunum 1996, það sama liðið og hefur sett allt þarna á hausinn. Það Larry Summers og það var Rubin og Geithner var þá í Seðlabankanum í New York, í þessari klíku. Og það voru fleiri lög tekin út, þannig að fjármálakerfið, það byrjaði bara að tútna út. Því að þarna voru peningarnir og þarna fer mikið hæfileika fólk, þar sem peningarnir eru. Og það var mikið hæfileika fólki sem vill græða mikið af peningum, sem upphugsaði öll þessi kerfi, eins og afleiðu viðskipti, hvernig þeir hafa þróast. Það eru 10 stærri heldur en hagkerfi heimsins. Og þegar þú ert búin að taka gullið úr sambandi og reglur hvernig viðskipti fara fram, reglur sem voru settar eftir hrunið 1929 og menn lærðu af, þá ekkert eftir nema bara að það þenjist rosalega út eins og gerðist á fasteignamarkaði og öðru markaði og svo bara, búm, hreinur það. En því hefur ekki verið leyft að hreinja eins og það átt að hreinja. Bankarnir bara þeim að bjargað og svo bara hlæja þeir og taka bónusa upp á milljarða dollara eins og þeir hafi gert einhver óskup að taka peninga frá fólkinu sem bjargaði. Og ekki bara það, heldur í daglegur ekstri að þá taka þeir peninga nærri til á nullina frá skattgreiðendum, ef við hugsaum okkur Seðlabankar sem skattgreiðendur og lána fólkinu það aftur á einhverjum prósentum fyrir ríkisskuldabréfum. Það geti ein manneskja unnið öll þessi störf í öllum bönkum Bandaríkjanna. Því þetta er svo einfalt, þú bara tekur pening út á Seðlabankanum og kaupir fyrir hann ríkisskuldabréf. Og þessu hafa það grætt rosa peninga. En samt þessi bankar meira á minna hausnum en ef þú ferðið út í bækurnar. Þeir eru með svo mikið rusl á bókunum hjá sér að það alveg furðulegt. Og sem segir okkur hvers konar dæmi þetta var orðið þetta hrundulóksins 2008 og byrjaði hreinja 2007. Getur útskýrt það í stuttumáli? Hvað afleiða og hvers vegna þetta tífalt hagkerfi heimsins, cirka? Já, það kannski ekki svo stuttmál. Það verður að útskýra afleiður alveg frá byrjun, annars veit fólk ekki hvað það var að tala. Í byrjun voru framvirkisamningar. Þetta byrjaði mikið í kringum Chicago, það sem var landbúnaðarbeltið, en framvirkisamningar hafa alltaf verið til í einhverju mynd. En það var settur upp markaður í Chicago og þar voru bændur sem þurftu að selja á næsta ári og vildu vita hvað þeir fengju fyrir afurðir sínar og þá voru kaupendur sem vildu líka vita á hvað þeir ætlaðu að kaupa kannski hveiti eftir 8 mánuði eða eitthvað svoleiðis. Og þetta fólk borgaði það gerði bara framvirka samninga og þeir stóðu. Ef þú keyptir 5 tonna hveiti, þá tókstu 5 tonna hveiti eftir 8 mánuði. Síðan fundur kauprétt, options. Þar borgaðir ákveðnar upphæð og máttir þá taka hveitið eftir 8 mánuði á ákveðnu verði, en ef hveitið hefði lækkað, að þá gastu bara gleymt og tapað þessum kaupréttar peningum. Síðan kemur 3. stigið og þar eru afleiður. Þar yfirleitt alltaf 3. aðili sem kaupir. Þá ert þú að gera samning við einhvern mann að framtíðarsamning, framvirkarsamning, og svo það annar sem tryggir þennan samning. Þetta svona hálfgeð tryggingafélag. Það náttúrulega spilavíti í dag. En þegar hann tryggir þennan samning, að þá ákveðið peningastreymi oft búið til, þar sem þú borgar hann kannski 5.000 kall á mánuði eitthvað, en ef eitthvað gerist, eða hættir að rigna í 100 daga, þá að borga hann 25.000 á mánuði. Að afleiða að leiðir eitt af öðru. En þetta hefur þróast út í hreint spilavíti, þar sem menn bara veðja á alls konar hluti sem þeir eiga ekki. Og ég get bara veðja á það til dæmis að
eitthvað fyrirtæki fara á hausinn og eitthvað banki fara á hausinn og síðan get ég jafnvel unnið að því að koma honum á hausinn til þess að græða því. En þetta bara eins og Las Vegas, að það fer ekkert meira inn í þetta kerfi heldur en út úr því. Og bankinn spilaviti græðir eða bankinn græðir á alls konar gjöldum sem þið setja við þetta. En þetta ofboðslega hættulegt því að eitt góðan við þetta, þá verður stór aðili á hausinn. Það náttúrulega gerðist eins og Long Term Capital fór á hausinn 1997. Og það var nú ekki háar upphæðir, við tala einhverjar milljarða dollara. Og það var nóg til þess að Seðlabankinn greip inn og sagði að hann ætlaði að bjarga öllu kerfinu. Sem nú kannski lygi því að sennilega þekktu voru einhverjir sterkir aðilar í þessum sjóð sem fengu Seðlabankinn til að gera þetta. En það voru típisk afleiðu viðskipti, sko, þar sem þeir veðjuðu á mun á rússneskum og bandarískum ríkisskuldabréfum. Þeir tóku eftir því að rússnesk ríkisskuldabréf, til dæmis 10 ára bréf, að afföllin að þeim voru aðeins hraðar. Þannig að þeir notuðu þennan mun, affalla mun. En svo einn daginn þá breytist eitthvað. Og það alltaf það sem gerist. Menn gera ráð fyrir því að eitthvað gangi að eilífa alveg nákvæmlega eins. En einn góðan við þetta breytist eitthvað, eins og í Rússlandi að bara fór á hausinn 97 og þá hrundi allt kerfið, sko. Þetta voru 2 Nóbelsverðlaunahafar og þeir bara, þetta áttu ekki að geta klikkað. En afleiðir eru svona og þetta bara spilaviti, hreint spilaviti. Og nú verið að breyta lögunum í Bandaríkjunum sem betur fer, að þetta verið sýnt á opinberu markaði, að þú verður að skrá þessi viðskipti. En þetta nú ekki komið í gegn og það eitthvað óljóst að þetta ekki allar afleiður, það þarf að skoða þetta betur. En ef að nógu mikið af þessum afleiðum settar upp á borðið, þá held ég stór hætta bara á raun. Því að þá sér fólk hversuna truflun þetta er. Má kannski segja að afleiða sé til dæmis það þegar þú kaupir 1% í fyrirtæki á 1 milljón, að þá leiði það af sér að hinn 99% séu metin á 99 milljónir og þar af leiðandi fyrirtæki metið á 100 milljónir, þó það sé í raun og veru bara til 1 milljón inn í fyrirtækinu. Og þessi 99% eða 99 milljónir sé í raun og veru loft eða verðmat sem ekki til, en þú gætir fengið þér fjármuni út á með því að veðsetja fyrirtæki til dæmis ef einhver banki tekur því trúanlega. Já, nei, það annað kerfi, sko. Það ekki beint afleiður, sko. Afleiður bú ekki til neinu verðmæti. Afleiður eru bara veðmál. En afleiður náttúrulega geta búið til verðmæti því leyti að þú slærið út á skuldir og tryggir það með afleiðu samningum. En afleiðan sjálf hún býr aldrei til verðmæti. Þú getur notað hana til þess að búa til verðmæti. Þetta svolítið snúið. Að banki lánar 1000 manns, lánar öllu Breiðholtinu á einum degi, segjum, og hann situr uppi með 1000 lán. Síðan tekur hann þessi lán og hann býr til sjóð úr þeim, hann selur þennan pakka, en pakkinn, hann greiðir tekjustrauminn sem kemur úr Breiðholtinu af öllu sem borga af lánunum. Síðan kemur afleiðan inn í það þannig að einhver maður tryggir þennan sjóð, tryggir þetta streymi, eða tryggir hvert sem en það færanlegt. Ef að allt í einu kemur kreppi í Breiðholtinu, þá breytast upphæðirnar sem skiptum hendur, hvernig þú gengur frá þessu. En þetta getur orðið óskaplega flókið. Og það dæmum að held ég að þeir hafa farið upp í 150-falda upphæðina. En þá eins og ég segi, þá afleiðan ekki beint að gera það, heldur hún trygging í þessu að blása eitthvað út og blæsta út, en tryggir hann afleiðan. Þetta að nota afleiður sem veð? Það að segja að þú fær kannski milljarð frá einhverju landi, einhver land vill fjárfesta í einhverju, og það fjárfestir í afleiðum? Nei, það fjárfestir vegna þess að þú með tryggingu.
Það fjárfestir, hún ekki veð nema hún gefur traust. Þeir myndu náttúrulega taka veð í pakkanum, en vegna þess að hún tryggð, að þá færðu betri skilmála. En vandinn sá, afleiður ekki skráðar. Þú veist ekkert hver að tryggja hvað, því að þær ganga svo aftur á markaði. Og það voru dæmið það þegar lætið voru sem mest, það voru 20% afleiður sem enginn skráði. Það veit enginn hver á að borga ef það eru vanskil, bara innan bankakerfisins. Þannig að þetta komið út í hreint rugl, en það mjög líklegt að ef eitthvað mikið gerist og það þarf að fara að borga út mikið afleiðum, þá geta menn ekkert borgað. Vegna þess að það hafa gengið kaupum og svona sjálfar sem einingar. Og aukið verðgildi sitt á meðan? Já. Þegar það ganga kaupum og sölu? Þess vegna, eða farið upp og niður í verði. Það fer eftir markaðnum. Ég meina, ef markaðnum, til dæmis allur fasteignamarkaðurinn á leiðinu upp, þar sem þessi pakki á bakvið, að þá aukast náttúrulega verðmæti afleiðina sem eru bundnar þessum pakka. En ef hann á niðurleið, þá missa þær alltaf gildið, sko. Þetta svona nokkurs konar veðmálastarfsemi. Þetta bara spilavit. En það það sem ég átti við með hlutabréfa verðmæti áðan, að það í raun og veru sumum tilvikum bara veðmálastarfsemi. Þú ert að kaupa þér hlutabréf og þú ert að veðja á að fyrirtæki standi sig og jafnvel auki verðgildi sitt. Já. Þetta svona nánast sama veðmálastarfsemin fyrir þann sem á bara pening og hefur ekkert út á markaði. Já. Hann fer kannski þá leið að kaupa sér hlutabréf, en hann gæti í raun og veru fara inn einhvers konar afleiðu markað. Já. En það nú yfirleitt ekki neinir inn á þessu markaði nema þessi stórbankar. Og þegar ég heyrði til dæmis að Askar Capital ætlaði að fara að versla með afleiður, þá trúði ég því ekki. Það var einhver að segja mér að ég sagði, nei, það geta nú alltaf verið. Þetta hljóta bara að vera framvirki samning. En þeir fóru að versla með afleiður og töpuðu 800 milljónum strax, sko. En það stóð ekkert annað til. Þeir geta ekkert keppt við Goldman og þetta lið. Það bara ekki hægt. Hvers vegna eru lífeyrissjóðir að fjárfesta í eða að lána milliliðum sem að lána síðan aftur til íbúðakaupa? Af hverju lána lífeyrissjóður ekki bara beint? Ég myndi nú frekar segja, af hverju lífeyrissjóður yfirleitt að lána? Ég meina, lífeyrissjóðakerfið náttúrulega bara rugl, má segja, frá upphafi til enda. Þú getur ekkert verið með svona sjóði og einhverja smákonga sem reka þetta. Mjög dýrir í rekstri og taka rosalegt kaup. Svo þeir að fjárfesta í einhverju, þetta einhverju menn sem eru sérfræðingar í að fjárfesta í einu eða neinu. Og svo þeir að fjárfesta í fyrirtækjum ættingja sinna sem náttúrulega seðlust og ólöglegt. Og svo stórtapaði peningum. Hvers vegna ekki bara að hafa alla í Íslandi ekki einu lífeyrissjóð, þar sem peningandi fara bara inn á reikning hvers og eins inn á nafnnúmer, og ef þú deyr þá færði inn á erfingjaðina, og þetta bara fjárfest átómatist af einni mannesku í ríkisskuldabréfum 10 landa. Tapast aldrei aur, kostar ekkert að reka það, einhver smákongar að gera eitthvað hluti sem þeir ekki verið að gera. Ekki tap. Og það samtryggingarkerfi sem að lífeyrissjóðirnir eru og eiga sinna, mér skilst að þeir séu samtryggingarsjóðir, það myndi þó færast yfir á hendur ríkisins? Þú bara býr til sjóð sem enginn getur skipt sér að. Því ekki það. Ég sé ekkert þessu til fyrirstöð. Fjárfestir eins og ég segi, í ríkisskuldabréfum 10 landa, það engin ofsalegu gróði, það tala 3-4-5% ári í raunverulegum peningum. Og ríkissjóður Íslands geti verið einna, svo að fá eitthvað í baukinn. En kerfið, sko, það með þetta eins og stjórnmálakerfið, það brást. Lífeyrissjóðakerfið brást. Verkalýðsforystan hefur brugðist algjörlega. Það verður að koma tíma á þessu landi þar sem heiðarlegt fólk kemur saman og ruslar þessu öllu út.
fer í gegnum hvert einasta ráðuneyti þar sem gæðingar hafa verið settir inn, venjulega óþolandi fólk sem veit ekki hvað það er að gera, situr þarna eins og það sé eitthvað á rosa kaupi og þvælist fyrir fólki. Þetta eru þessi pólitísku gæðingar, þeir hafa komið með öllum flokkum sem hafa náð völdum hérna. Þetta er þessi hefði í íslenskum stjórnmálum, þetta eru bara mafíustarfsemi, það rusla þessu öll út. Stjórnmálastéttinni, lífeyrissjóðunum og verkalýðsforystunni eins og hún leggur sig. Hvernig gerum við það? Þurfum við einn öflugan leiðtoga? Nei, það þarf bara sterk samtök, bara heiðarlegt fólk á Íslandi komið saman með mjög skýr og einföld markmið sem allir þjappa sér saman og bara henta að þetta fer í gegn. Stjórnlagaþing fólksins, Lögberg götunar. Okkur vantar sem sagt ekki riddarinn á hvíta hestinum og okkur vantar hvíta hestin. Já, hvíta hestin. Hversu mörg ríki heims telur þú að stjórni fjármála sínum sjálf? Það er ákala að fá eftir en þróunin verður náttúrulega svo og það verða ríki með orku að þau standa upp. Ef ég væri ungum maður að flytja til erlendis þá væri það Noregur, Kanada eða Ástralía. Að þú vilt hafa félagslegt jafnvægi en þau sem verða með orku þau standa upp og öll þessi orkuríki eins og í Miðausturlöndum þetta er alltaf á niðurleið meira og minna. Fólk heldur til dæmis að Sádi-Arabía sé ríkir, þeir eru mjög fátækir því að þeim fjölga svo óbóðslega. Það er svo margir og það eru nokkrir toppar sem eyða ofsalegum peningum en fólkið er bara fátækt. Og það er Mexíkó, þeir fluttu 2 milljónir, 3 milljónir tunna olíu á dag til að vera innflytjendur 2012. Þegar bæti því við að þetta er svona eiturlega ríki hálfgjört og spilling og það verður ólíft. En Suðurland með orku, þangað viltu fara. Og Ísland á einmitt að vera eitt af þeim landum. Suðurland sem nýtir orkuna, gefur hann ekki eitur spúandi álverum. Og það er líka eitt í þess að þegar fólk er að tala um kostnað við orku. Hvað kostar að koma öllum bílaflota landsins á rafmagn og hvað kostar að kaupa þessar rafmagnsbíl, hvað kostar. Það er ein feilhugsun í þessu. Að þegar 10.000 mann sem eru á atvinnuleysisbótum fá vinnu við að gera þetta, þá kostar það sama ekki neitt. En innlend framleiðsla og innlend framtak, það er ekki að bera það sama við það sem kostar beinharðan gjaldir. Olía og bensín kostar beinharðan gjaldir. Þetta eru miklu verðmætari peningar heldur en að vera að borga fólki í kaupi innanlands. Þannig að þetta er ekki beinn samanburður. Og það þyrfti einhver að gera rannsókn á þessu nákvæma. Hvernig skilar milljarður sér innanlands á móti milljarður sem er eytt í gjaldir? Og því að það sem er eytt hér að þetta fer náttúrulega bara í veltuna og fólk er ekkert að kaupa eingöngu eitthvað sem er flutt inn fyrir þess að þetta kaup sitt. Og því ég tala um eða hvort sem er atvinnulaust, því ekki að láta það vinna með aðeins meiri tilkostnað. Atvinnuleysi er rosalegt böl og Íslandi gjörsamlega og óþarft. Já, góð leið til þess að kanna það hvernig innlendir peningar nýtast er akkurat á Íslandi, eins og ég sagði hann, hreinlega skipta út bensinni fyrir rafmagn á bílaflotanum. Já. Það er mjög svona áþreifanlegt reikningsdæmi. Hvað ættum við að leggja áherslu á varðandi aukinn útflutning? Já, þetta sem við erum að tala um bensínið og þetta er óbeinn útflutningu vegna þess að við erum að spara innflutning og erum þá algjörlega sjálfbær. En sambandi við iðnaðana, ég er ekki með neinn sérstök svör við því. Þetta er hluti sem þarf að pæla í en maður hefði getað ímyndað sér að fólk hefði getað verið hugmyndaríkara, stjórnmálamenn hér, eins og vera með Keflavíkurvöll, að geta ekki breytt honum til dæmis í fríhöfn
eins og í hérna á Filippseyjum og í Hong Kong, nema nú þetta flugfríhöfn, þar sem fyrirtæki getur sett saman hluti og við erum akkurat á milli Asíu, Ameríku og Evrópu. Það hlýtur að vera markaði fyrir það að setja hluti þarna inn og koma út aftur. Og já, menn þetta í hug og svo náttúrulega ferðamannaþjónusta þarf að vera miklu betri því að út á landi til dæmis. Það hlýtur að vera þetta búið til miklu meiri verðmæti. Og annað að hugsaður ef gróðurhús á Íslandi fengju rafmagn á sama verði álver, það yrði bara varla fluttin grænmetið ávöxtur á Íslandi. Þetta yrði bylting. Og hvernig var að setja það í lög að gróðurhús fáið alltaf á sama verði og meðalverði álverra? Ég vil ylrækt á Íslandi margfalda það og að öll gróðurhús fái rafmagnið frítt. En á móti þá fær ríkið ákveðna prósentu eða aukna prósentu af sölu þessara gróðurhúsa. Já, það önnur aðferð til að fá rafmagnsverðið tilbaka. En það myndi hjálpa þeim að setja þessi gróðurhús upp sem það vilja og að byrja. Í staðan fyrir að byrja strax að borga þá geta það farið strax að framleiða og það tekur tíma. Og það myndi skila sér í þessari veltu og útflutningi síðar meir og á skömmum tíma. Það getur 100 gróðurhús eða 1000 eða fleiri. En þá þetta nú komið. Það kannski svona ein lokaspurning. Hvernig er best að laga leikreglur lýðræðis á Íslandi? Já, við höfum náttúrulega komið inn á það að það er stjórnlagaþing og breyta stjórnarskránni og komið í veg fyrir að þessi mafía myndist aftur. Já, aftur hún enn. Það er ekkert verið hróflað þessu enn. En land það sem ríkið sér eins og ég sé það fyrir mér, að það sér heilsugæslu og menntun í landinu og svo stóru myndina samt virkjanir og allt þetta, stjórnar þessu. En svo að taka alla yfirbyggingu niður, eins og ég segja á rusla út og ráðuneytum, þá leggja niður öll sendiráðnum með 4 sendiráð. Og þetta bara vitleysa, það búið að finna upp símann til dæmis. Og bara, en það vantar alltaf fyrst og fremst þetta sem hinar Norðurlandi þjóðnar með. Það er þetta lýðræði sem fólkið sjálft heimtar. Ef einhver ráðherra nota strætómiða fyrir barnið sitt eða eitthvað, þá var hann að segja af sér. Hugsaðu, hér menn með yfir 100 milljónir í kúlulán að segja ég borgaði tilbaka og það var nógu gott. Að þetta sem vantar. En þetta kemur náttúrulega ef það er eðlilegt stjórnkerfi, þar sem valdið raunverulega þrískipt, þar sem dómarar eru kosnir eða ráðnir aldrei eftir pólitískum leiðum. Og þar sem tennurnar eru teknar úr þessu stjórnmálaflokkum. Það setja allt upp á borði, hvernig þetta er fjármagnað og hefur verið fjármagnað. Hver einasti stjórnmálamaður og stjórnmálaflokkar. Þetta kemur þó allt smá saman ef þetta er gert. Jóhannes, þakka þér innilega fyrir spjallið. Já, takk samanlega.